Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Eiríksvöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Eiríksvöll klárlega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar staðleitt þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. I'm back, bitch! Sérðu þetta? Jafnvel þessi mynd léleg. Þetta bara eitthvað svona wallpaper hérna og svona... Þau sett ekki svona eina vinnu... Sérðu hvað þetta lélegt? Talaði mækinn, Kilo. Sérðu hvað þetta lélegt, maður? Bara þetta. Þetta er svona bara að finna eitthvað Subway Station í New York, setja eitthvað cheap-ass fucking wallpaper hérna, fengi á byggja eitthvað krakka til að líma þetta á. Alright, Keanu, stand there with... hvað er þetta? Carrie, Keanu, stand there and look really cool. Fyrir ykkur sem er að hlusta, sjá ekki hvað það benda á. Já, þetta er Matrix, hérna, plaggast eða. Resurrections. Sérstaklega wallpaper fyrir þáttinn. Já. Við ætlum að tala þetta masterpiece. Þú veist, Svo svipulega. Ég var physically angry. Þú varst brjálaður. Ég hef aldrei á ævi minni langaði, veist, ég endur bara langar peningi minn tilbaka. Þetta er fyrsta skipti sem ég bara svona, ég ætla bara að downloada þessu fucking rusli, bara spara, og ég fyrir lúksusal. Þú fórst í bíó allt? Ég fór í bíó hana, ég ætla bara svona, ég ætla bara að láta hafa peningi minn, skilur, ég elska Matrix, skilur. Ég var ekkert vongóður, sko, en... Var hún samt verra hún hér? Hún var verra en ég hélt, maður. Já. Við munum spoila myndinni. Já, það er bara ekkert nema spoilers hérna. Það er bara pjúra spoilers. En hvað segir fólk? Bara aðeins að segja neitt spoiler, svo fyrir spoiler eftir smástöðin. Hvað bara með stutt þessa mynd ef ykkur spyrði Kilo, ég sá Matrix Resurrections, eða er hún góð? Hvað segir ég myndi segja, sjá hana bara svo sé bara hversu léleg hún er, hversu mikið móðgun til áhorfandans. Þetta er bara troll, hún er bara troll okkur, Lana Wachowski. Þetta er bara eitthvað djók. Þetta er svona myndir sem er að deila með víni sem bara, heyrðu, svona lélega BM, þetta er bara léleg, þetta er bara rándýr D-mynd. Þú stökkst yfir B-mynd og C-mynd, þetta er D-mynd. Já. Mér ást hún geðveik, sko. Whatever, dude. Ég hef að tjóka. Ok, stutt frá mér, áðans að spoila. Þetta er eins og einhver leikstjóri sem kom ekki nálagt hinum myndunum, hafi gert sjónvarsmynda útgáfu af Matrix. Svona fanfiction. Já, þetta er virkar rosa fanfiction-leg mynd. Ég var svona bara, svona tímyndinu myndinu var bara svona, nei, þetta er svona metta, við erum svo hérna, self-aware í þessu mynd. En ég sá dæmi sem var góð kenning, og þess að þau segjaði myndinni, hann er að búið til töluleikin og við viljum reboota hennar töluleikafransess en svo bíómyndina við erum svo spoiler núna. Spoiler? Svona metta, allir þáttur spoiler. Ok, spoiler alert núna. Ef þú ert ekki búin að horfa á myndina, ekki horfa á þetta podcast, skilur. Og þau segja í myndinni, we're gonna reboot this with or without you. Alveg sem þau gerðu við Lana Wachowski. Það gerðist í alveg. Já. Svo bara, mér finnst þess að hún bara svona, já, ok, ég ætla bara að gera þessa mynd og bara fuck you og fuck þetta aðdáðandana. Og svo var svona ein önnur Hollywood myndi sem eins og svona 10 ár sem eitthvað svona political agenda svona nennir bara hvernig þá ok, þessi nýju karakterar sérstaklega kvenkins karakterarnir þeir eru bara alltaf með gekkóður The Agents sem á bara að vera the most dangerous if you see agent, run þessa mynd þeir bara djók það er allir að stúta þeim og nýja sýttir eitthvað svona eitthvað zombie, já, núna ekki að zombie það er bara, hvað er í gangi? Swarm mode Þú fucking viðbjóður
og ég var reiður allar myndina, ég var bara svona what, ég fór að míga tvisvar og ég tók minn tíma míga, ég vissi ég var ekki að missa henni og ég horfði vinnu mína með lúksussal og ég kikk klukkuna bara, hvað þessi mynd að vera fucking búinn, maður bara klára. Leiddist þér? Mér leiddist, sko, þetta var bara, og ég var ekki reiður fyrir, sko, alveg endurinn, þú veist, fyrir utan að núna Trinity the One líka. It defeats the purpose. Hann heitir Neo, the One. Það má ekki vera tveir. Og hún þurfti ekki að fara eitthvað struggle. Skilur, hún bara, já, hún flýgur núna. Hún með meiri krafti en Neo. Bara, oh my god. Og svo, fyrir utan það, ég var ekki orðinn það reiður ennþá. En þegar þið flugu burtu, þá spila Rage Against the Machine lagið. Og það er kvenkins brassahljómsveit. Eitthvað, yeah, come on. Oh nei, þetta hræðilegt. Þetta svona, konur getur gert allt og miklu betur en kallmenn. Það girl power mynd? Þetta girl power mynd. En þau klikka alltaf með þetta girl power. Þau gera þetta svo, þau bara, hérna þetta. Þessi manneskja bara geggi öllu eða bara, það er ekkert svona character development eða... Já, þetta er ekki svona earned. Það er ekkert struggle. Þess vegna heldur maður ekki með þessu. En svo er líka annað sem með það. Trinity. Bara karakter sér slíkur. Og Karen Moss. Já, það eru bara þríleikinn. Bara upprunnulega myndar. Já. Þetta er geðugur karakter. Já, hún er góð karakter. Hún þurfti ekki að vera eitthvað sterkari með því að fljúa og mér fannst hún ekki að vera meira svör. Nei, hún bara geggjur sidekick. Mér fannst alveg meira en bara sidekick. Hún var badass, sko. Hún var fullt af flottum atriðum í fyrstu myndunum. Já, með því flottustu, í 1 og 2. Þegar hún þetta niður. Já, og Ducati mótorinu gerum þetta umferð. Já, það geðveikt. Með tónlistina. Já, það geðveikt. Já, hún var ógeðslega töff. Til hvers að taka núna og eitthvað svona, já, eins og þú segir, hann er ekki lengur the one, núna er það the two. The two. Eitthvað sem hún er það, þau tvö. Fáránlegt. Og svona ástin þeirra heldur meiti sér gangandi. Og skulum bara viðurkenna þeirra ástarsamband var ekkert eitthvað spes, skilur. Og þau eru með ekkert chemistry. Ekki neitt. Í engum myndum. Ekki í neinum myndum. Mér finnst þetta ekki töff. Mér finnst kannski fyrsta myndin því hún er svona I was supposed to fall in love with the one. En þessi mynd, það sést greinlega Keanu Reeves er bara þreyttur og nennir ekki verið í þessi mynd. Þetta er bara vinagreiði. Pottet. Hann bara Lana. I'm shooting John Wick 3, but I'll come do this favor. Og greinlega höfður ekki tíma fyrir fight choreography því hann slæst einu sinni í myndinni. Og hvað gerir hann allar myndina? Hafi? Hvað gerir fucking... Hann setur hendunar út, býr til eitthvað svona force power eitthvað. Og þetta er svo ljótt. Að meðan hún tekur við og hann er svona aftan á hjólur. Bjargaði með Trinity. Það er svo það er verið að demasculata the one. Hollywoodinu er bara að demasculata alla hetun okkar. Why? En ég segi samt eitt. Ég var að koma þess að framfæri. Ég hata ekki þessu mynd. Ástæðan fyrir ég hata hann ekki. Ég er farin með Ástæðan fyrir ég hata hann ekki. Mér finnst það ekki góð mynd. Og þetta mynd var bara ekki fyrir mig. En ástæðan fyrir ég hata hann ekki. Mér finnst það bara svo svaka. Þetta er svo óþörf mynd. Og hún ristir svo grund hjá mér. Já. Og þannig þegar ég horfði hana og líka, sko hafa það í huga, ég var að koma 10+ daga einangrun. Það hefði allt skemmt mér. Skilur þú? Eftir það. Bara yes, ég kom í bíó. Matrix. Það var svo gaman. Þannig að þegar ég horfði á hana og mér varst líka bara áhugavert að sjá bara, hvað ætlið þið að gera? Af því að sagan kláraðist í 3. Allir saman hvað hefði gert. Þú hefði aldrei getið gert almennilega 4. Ekki með sömu karakterum. Þú er bara eyðileggja þessi trilogy núna. Fyrir mér er þessi mynd bara ekki til, sko. Nei, ég er bara sammálegur. Þetta er bara eitthvað... Bara óþörf mynd. Svo bara tilgangslaus að búið þessi mynd til. Hún var ekki svona flott, hún var ekki vel tekin, tæknibrellan voru ekki svona spes, bara það var ekkert sem gerði Matrix-myndirnar voru í þessu. Hvað eru klíkuð bardagatriðin? Það var ekki Þetta var eitthvað svona Jason Bourne cutaway-sinur út allt. 30 cutaway-scenes. Cinematography var ekki svona gott í þessu. Mér leiði eins og þetta var svona CSI-episode. Ég var að horfa eitthvað svona, er þetta CSI Los Angeles hérna eða eitthvað? Hvað er í gangi?
alltaf svona lensflare út allt og ég svona, hvað er í gangi hérna? Þetta var ljót mynd. Hún er ljót. Matrix, soundtrack of the Matrix. Það var fucking geðveikt. Já. Viðbjóðsleg tónlist. Það er það sem ég segja einmitt við fólk, þegar fólk hefur spurt mig, það var svo margir sem spurði mig á Instagram. Ég hef aldrei fengið svo mörg skilabóð. Því ég sagðist það að fara á hana, bara loksins sá ég hana. Já. Og bara, ég hef aldrei fengið svo mörg skilabóð fólki. Fólk, hvernig varst hún? Eða hversu mikið hatar þessa mynd? Þetta er leiðast mynd sem ég séð á árinu og ég veit ekki hvað. Það var engin skilabóð sem ég man eftir sem voru jákvæð. Það var allt neikvætt. Þannig ég hugsaði mér, ég var bara kíl á þátt. Ég ætla ekki að gera sér þátt þessu mynd, þetta var ekki strax. Nei. Ég ætla að gera fyrst 3 leikinn og svo seinna meira 4. Þannig ég var að kíla okkur þátt og tala þessu mynd. Það sem ég veist verst við hana, að það er margt sem ég fíla ekki í henni. Það sem ég veist verst, þegar ég hugsa Matrix, það er þannig fyrstu myndina og líka part af 2 og 3, það er bara þennan 3 leik, þá hugsa ég töff myndir. Það er eitthvað töff í það. Hvað það eru? Töff karakterar, töff búningar, töff slagsmálhatri, töff tæknibrellur, töff tónlist. Þessi er svo asnaleg. Það finnst mér sárt. Hún bara cringe. Já, mér finnst það svo sárt. Það er svo sárt. Og hvað er töff í henni? Ekkert. og þau tóku jafnvel einn af minna uppáhaldskarakterar og Matrix Reloaded, þarna the Evangelinian. Nei. Hvað heitir hann? Evangelinian. Hvað heitir hann? Leif mér að heyra fyrst hvað þú haldar henni. Eitthvað svona franskt, eitthvað svona the Vidielaire, eitthvað. Merovingian. The Merovingian, já. Geðveikur karakter, geðveikur svona poise og svona, hann er bara eitthvað svona svo Robin Williams úr hérna Jumanji, eitthvað I kill you bara, það var ræðilegt hann er í 2 mínútur hoppað hana, you ruined everything það er eitthvað svona það var ræðilegt hann var svona ný stýrum på ruslinu og hann segir líka eitthvað, I deserve my own spin-off. Segir hann það? Ég ekki svo svara. Oh my god. Þetta var allt svona í þessari mynd. Ég segir að Lana Wachowski er að trolla okkur. Hún er að trolla þetta fyrir, hún er að gera eitt stórt fokkju fyrir þetta fyrirtæki. Svona, það er enginn að fara að reboota séttum mitt, ég ætla að gera það og ég ætla að fucking rústa þessu. En af hverju var ekki að gera þetta þá? Á Neo þeirra? Það hefur verið betra. Segð bara eitthvað nýja sögur. Matrix er perfect franchise til að bara reboota með allt nýja leikara. Það þurfti ekki að koma með og akkur voru að koma með það aðeins Mr. Smith bara tilgangslust að vera þarna. Við þurfum aðstæða hann. Ok. Eitt besti villain of all time. Agent Smith kemst örugglega á top 10 bestu villains. Auðveldlega. Ok. Hann er í þessari mynd en Hugo Weaving leikar hann ekki. Nei. Þú fær leikar sem heitir Jonathan Groff, ef maður rétt. Já. Hvernig er það hann? Hann er fýll leikari whatever, en var engin góður í sem ég. Mér finnst þess að það væri gaur sem var að herma eftir reyna að herma eftir Hugo Weaving. Bara svona fanfiction made shit. Já. Og hann kallaði hann Tom. Bara Svo byrja hann eitthvað að slást líka og ég skil ekki alveg hvað hann er í þessari mynd. Nei. Hann bara eitthvað byrtist og bara hverjar hann í langa tíma svo allt í henni byrtist hann í lokin. Líka bestu atriðin í myndinni eru senur úr gömlu myndunum. Ég var bara, vá hvað er mikið efni úr hinum myndunum. Sem er fáránlegt. Manstu þessu? Já, ég man eftir þessu. Þetta var geggjað atriði. Og þetta var tölvuleikur og þeir sína, þetta er hérna úr tölvuleiknum. Þetta er úr bíómyndinni. Skilja þeir ekki hvernig tölvuleiki virka? Væntanlegur tölvuleikin af þeim, það hlýtur að vera í þessum fake heimi. Já, bara. Þeir hlýtur bara að vera eins og Matrix. Já. Ég veit það ekki. Það er það sem ég hugsaði fyrst. En ég ætlaði að spyrja þess út í það, að því að myndir snýst það að Neo er að vinna, fyrir ekki, Thomas Anderson, er að vinna hjá fyrirtæki og hann er að búið til tölvuleiki. Og hann er bara eitthvað legend. Hann bjóð til Matrix tölvuleiki. Stærsti tölvuleikur of all time. Já, og hann er með sko Matrix kalla og styttur og skrifstofun sinni og eitthvað. Og þannig í þessum heimi þá bara var Matrix til sem tölvuleikur. Og ég var eins og þó í bíónu. Ég var bara, ok, hvert er að fara með þetta? En mér fannst þetta bara svo, ég skil alveg hvað hún var að gera. En mér finnst þetta bara asnavert. Já.
Það má vera pínu self-aware svona meta, þessi mynd var bara meta sinnum 1000, sko. Þetta var einum of. Það er svona the levels of self-aware, þetta er bara alltaf mikið. Svo tilgerðilegt, svo fucking, Fannst þetta ekkert spennandi? Nei. Næst það ekki. Ég elska svipun á þér fyrir það sem ég hlusta. Kíló er reiður á svipin. Ég hef aldrei séð svona Bara reiður. vonsvikin. Já, þú ert leiður. Og ég er ekki að tala Matrix eins og eitthvað over fanboy Matrix. Þetta er ekki eins og gömlu myndirnar, veist. Ég gaf þessu sjens, veist. Þetta er bara embarrassing, svona bara vandræðilega lélegt. Þetta er bara, þau er að skamma sín. Bara þú ert að skammast þín að eyða öllum peningunum, mannaflinu, paldi alla vinnuna sem fór í þetta. Og paldi ekki, hvað maður ekki aðdándur, við vorum bara, ég var ekki það vonum góður en veist, bara verið að féfletta okkur hérna. Ég var alveg, ég get ekki sagt að ég var mega spenntur, ég var alveg spenntur, ég var kannski meira forvitin. Forvitin. Já, bara okkur, hvað, að því að saga var búin. Þau fucking deyja bæði í þriðmyndinni, Neo fórna sér, í rauninu fyrir friðin. Ertu ekki svona að skýta yfir þá fórn með því að hafa hann aftur í fjórðumyndinni? Já, og skýta yfir hérna Morpheus, hann er dáinn, hann var eftir og reynda, hann trúði og it was all for nothing. Bara, alla hinni myndina bara voru til einskis. Nei, samt ekki alveg. Ég kem þeim aðeins til varnar, þeir sem gerðu þessa mynd, að þeir segja að það varð friður. Þetta var ekki alveg pointless. Og þeir vinna með vélanum. Já, svo ætla ég líka að spyrja það, því að í myndinni kemur ljós að vélarnar fóru í eitthvað svona borgarstyrk. Já, sem er geðveikt áhugavert. En meika það samt sens. Vélar ekki með tilfinningar. En þeir eru sentient vélar þarna, sko, sem eru meðvitaðar, skilur. Alveg eins og í prógraminu svona. En svo Mr. Smith fór bara að gera sitt eigið sitt og fleiri gera sitt og allt þetta hérna rogue programs, fullt af rogue programs. En við erum að tala um vélarnar sjálfar. Já, en vélarnar sem þið notið myndin hérna, sem flýgur sem er eins og svona fiskur, það er líka svona sentient, þú tala við þau og svona. Heldur sem við tilfinningar? Já, eða þú veist, eins nálættur hægt að fara þangað, skilur. En þetta eru artificial intelligence, skilur. Já, það fannst það cool. Mér fannst það finnst skriðu. Mér fannst það áhugaverð, ég hefði til að sjá bara góða senu bara svona, hvað gerðist þar? Svona milli vélarnar, þau fóru að vinna móti ykkur öðrum, bara berjast móti ykkur öðrum. Mér finnst það ekki eitthvað áhugavert. Já, ok, þú fílaði það. Ég bara á svo 50-50. Það er mjög svona eiginlega ekki mega sens. Þegar ég hugsaði með út í það, bara af hverju ættir að fara í stríð? Já, en þeir fóru ekki lengra með það. Það var ekkert útskýrt, það var bara, þetta gerðist. Mér finnst það mjög áhugavert. Já. Mér finnst ekki mjög áhugavert að vaksa jarðaber og eitthvað svona dæmi út af henni þessu. Og fucking Jada Pinkett Smith, maður. Naomi, veist. Er hún eitthvað fan favorite? Það var engin eitthvað ánæður. Yes! Naomi er nobody. Og hún leikur lélegustu gamla, hún er svo léleg leikona. Ég get leikið þetta. Og svo krúpin, ég er gömul. Þetta er hræðilegt. Heldur að fólk ekki vera að biðja hana, aftur? Fá Naomi aftur? Nei, það er byrjulega eina mannskjörnum vil nefnt að koma, hún hefur ekkert að gera. En fannst þessi mynd virka episk? Episk? Af því mér fannst þú virka rosa lítil. Fannst þú virka episk? Nei. Ég var svona alla myndina. What the fuck? Mér fannst allt virka svo lítið, eins og ég sagði nýju borg. Nú eru manneskjönda konar með nýja borg, Æjó. Já. Og ég hugsaði, hvað búa margirna? 12? Þetta virkaði svo lítið. Nei, þetta var svolítið stórt. Þeir voru með svona sitt eigin ský. Já. Það var kannski eitthvað masterskot af borginni og eitthvað, wow, þetta er rosa stórt. En fékkst þú á tilfinningunni að þetta væri stórt? Það er bara ekki það stórt. Eins og Sion. Það virka, ég mynda bara reif atriði þar. Já, fucking, orgy-sunna meinur. Þetta er bara reif orgy. Já, 20 mínúta tónlistavídeó reif orgy. Málið satt, ef þú hugsaður það, í Reloaded, að ég er ekki hrifin að reif sinni, mér finnst það ekki skemmtilega. Nei. En þetta er svona sweeping kameruskot, fullt af fólkin í hellunum. Það er flott. Þú ert nú á göngunum, eins og þau voru að skilja til matanda nýju og lappi gegn og fullt af fólki. Þetta var miklu betra worldbuilding. Worldbuilding hérna var bara 0. Þess vegna ég segja, mér fannst þess að byggja bara 12 manneskjur það.
Kannski 15. Kannski, það var það svona skilti, Ion Population 15. 15. Nei, mér fannst það einhvern veginn ekki takt gömmundar, af því þær eru episkar. Já. Myndir ekki segja það, að Matrix myndar séu episkar, það er þannig fyrstu 3. Fyrstu 2. Það er epist dót í 3. Já, en Hatar 3? Ég hata hann ekki eftir nýjar ekkert eitthvað. Þegar ég var að horfa Matrix-myndina aftur á eins og Resurrection, þá horfði ég ekki á 3, sko. En það er svona dót í henni sem cool. Já, en þeir voru bara of metnaðfull með þessar tæknibrellur og þetta er of mikið, þeir gerðu svo mikið feilspor. Matrix hefði bara átt að vera standalone mynd. Hún var standalone mynd, hún var svona sleeper hit, var óvart vinsæl og þannig þau gerðu þessa mynd bræðunir þegar þeir voru bræður sem standalone movie. Og hún virkar. Ef það aldrei gert neinn framhöld, Matrix var ábyggilega talin eina bestu myndum af all time. Alla hérna framhöldin er bara búin að sverta mannorða fyrstu Matrix-myndina. Ímyndið var bara til ein Matrix-mynd. Það var ekki hægt að setja neitt út á hana. Þetta var svona lightning in a bottle. Þetta var bara perfect tími 1999. Bara the most ultimate 90s movie of all time. Bara brilliant. Bara the philosophy dæmi, svona spáði svona, velja rétt, raunveruleikin er ég virkilega, þetta er svo mikið svona pælingar í þessa mynd. Svo fer þetta bara út í hött, þetta breytir bara eitthvað anime mynd, eitthvað skrýpómynd. Ég fílaði þær allar. Já. Upp á vissu marki. Mér finnst fyrst og bara tímanlist masterpiece. Masterpiece. Það er bara svo mikið að dót í 2 og 3. Mér finnst þetta með Adri í klúbnum ógeðslega töff í 3. myndinni. Það er Neo og Trinity. Nei, ekki Neo, fyrir ekki. Morpheus, Trinity. Já. Og Seraph. Já. Gæði sem var að vinna fyrir The Oracle. Já. Og vondukallinir, þeir komaðan inn og vondukallinir hopp upp í loftið. Það er svo töff. Og eru lappandi í loftið og skjóta á þau. Þetta er geðað töff Adri. Já, það er veist. Af þessu 3 tíma mynd er nokkur cool atriði. Mér finnst líka alveg gaman að sjá, það er ekki upp á atriðið mitt, en í rigningunni í lokin. Já. Allir smitharnir. Já. Standa bara svona í röð. Þetta er ógeðslega flott tekið, bara ógeðslega flott rammar og allt sem í þessu. En ég fekk svolítið leiðu öllu þessu endalaust Mrs. Smiths. Þið voru ekki með tæknina til að gera þetta vel. Nei. Didn't look well. Nei, ég skilji. Nei, þetta var líka orðað meira svona tölvu-based. Þetta var bara svona tölvuleikur. Og það eldist ekki eins vel og... En það tengist þessu, því það var greinilega tölvuleikur allan tíma. Oh my god, ég er mindblown. En mér langar aðeins tala action í 4. Af því að... eða bara action í öllum myndunum yfir höfuð. Já. Af því að fyrstu myndar, alveg sama hvað þið finnst 3 eða 2, Já. Ég held að allir sammálum að inn á milli eru eitthvað svona töff hasarætri, og svo er eitthvað byssuætri, bíleltingarleikur eða slagsmátri. Og ég skil alveg fólk sem horfir á Matrix og það kannski nálgast þessar myndir út frá eitthvað heimsbyggilegu pælingum. Það er kannski það sem heillar fólk mest. Allt í góðu. Ég er aksjóngur. Já. Og ég hef alltaf, eins og margótt sagt í podcastunum, ég elska aksjónmyndir. Þegar ég sá fyrstu Matrix og þú sér bullet time, þú varst alveg bara eitthvað, wow, þetta er nýtt. Hvað er þetta? Leikarinn æfði í marga mánuði til þess að æfa bara koreografi. Þetta var hálft ár 9 mánuði? Þetta var frekar langur tími. Þau fengu action koreografer frá Hong Kong, sem heitir Yoon Woo Ping. Yoon Woo Ping, geggjaður. Mér minnum að þetta er fyrsta vestra mynd sem hann gerir. Hann var alltaf að vinna mest í Asíu. Það er systurna vildu fá alvöru slagsmáladót. Og þú sér það í Matrix. Maður bara, wow, geðveikt. En action er svo stór partur af Matrix 3-leiknum. Já. Alveg samansett með þessar heimsbyggipælingar og skemmtilega karaktera og góðar skemmtilega sci-fi pælingar. Hasan skiptir miklu máli. Hasaratriðin sjálf. Mér finnst það svo skrítið í 4. myndinni að þetta er meira bara svona afterthought. Bara svona, alveg rétt, við þurfum að hafa einhvern hasar. Hvað á við að gera? Ég nenni ekki að gera neitt eitthvað töff. Gerum bara eitthvað. Já. Bara skjótu byssur. Já, og bara því kýli hvern annan eitthvað. Þetta er svo boring og það vantar allan metnað í hasarinn
En mér finnst líka alveg pínu skrítið, ég hef heyrt það núna frá nokkrum, bara svona, já, kannski fast myndi vera 8 af 10, fjórða, sérst einhvern. Ok, hún samt ekki með það á netinu núna. Nei, ég er bara að tala um einhverja einstaklinga. Já. Ég sá til dæmis í kvikmyndaáhamargrúppinni á Facebook. Já. Ég man ekki nákvæmlega rankið, en það voru nokkur margir ánæði með þessa mynd. Já. Smekkum manni misjafn, allt í góðu. En mér finnst alveg svolítið svona skrítið að því að hasarinn, ég veit ekki, kannski ég er bara svona neikvæður. Nei, hasarinn var lélugur. Því mér varst hann ekki bara, mér varst hann ekki svona lala, mér varst hann bara glataður. Bara lélegt. Mér leiði eins og þetta var svona ég hef séð betra CW, The Arrow, þú veist, þætti sem er betra hasar þetta. Já. Já, þetta var bara djók. Og svo nýji analystinn, hans aðalpower er að nota bullet time og það er ekki svona flott, þetta er ekkert flott og pluss, það kalla enginn þetta bullet time, þetta var bara fyrir okkur sem við sáum, það var enginn í myndin að kalla þetta bullet time og þetta er poweri minn, ég get nú að stjórna, þetta var fór í minn fínis og taugar. Ég er sammála. Hvernig veist hann standið sér samt? Neil Patrick Harris? Þú veist, ég fíla hann gaur, hann er alltaf góður í öllu en þú fer frá The Analyst frá hinum myndanum arkitektinn sem lítur eins og Colonel Sanders eða hvað sem er hvernig hann talaði bara með svo miklu svona fyrirlitningu og bara svona ég veit allt og þetta, þú veit bara einunir út, þetta var svo drastl, þú veist þetta er bara, já, í nýmyndinni já, þetta er bara nothing og mér er bara leiðilegt fyrir hann að fólk var ábygglega mjög spennt, allt nýja fólk í myndin var ábygglega gett spennt yfir í þessu. Mér fannst þú samt, ef við varum að fókusa á eitthvað jákvætt, mér fannst hún alveg standa sér vel, hún heitir Jessica Henwick, sem leikur Bugs. Já, hún var stand-out. Hún mætti vinnuna. Ég fílaði hana. Já. Hún var cool. Og hún til dæmis, ég hugsa að hún hefði alveg passa bara vel í þríleikin. Skilur, segjum að leikonan hefði verið þessum aldrei á þeim tíma. Já. Því mér varst hún alveg bara, ok, ég fíla hana. Mér varst gaman að horfa á hana. Mér varst hún alveg töff. Og hún greinilega setti metnaði í þetta. Keanu Reeves, eins og tölum á hann, þetta var vinagreiði held ég. Hann var bara þreyttur, hann var bara ósofinn, manni, hann bara, what's the line again? Já, wow. En ég var að segja eitt sem eitt sagði mér. Hvað? Ég ætla ekki að nafngreina einstaklingi, ég segir eftir þáttinn hver sagði þetta. Ok. Þú veist hver þetta er. Ok. Sendi mér skilabóða. Það var svolítið síðan ég heyrði í þessum einstaklingi, þessum manni. Og skilabóð voru sett á spurning. Fékk Keanu Reeves heilablóðfall áður að byrja að taka upp. Af því hann virkaði out of it, sko. En hann var hann ekki að skjóta John Wick 4? Það frestur ekki henni að þessu út af Matrix. Jú, ég held það út af því. En er hann líka, þá var einn spurning núna. Er hann of gamall? Ég var að hugsa, með hverju John Wick er aðeins hægari. Hann er eldast. Hann er aðeins hægari. Horfðu á fyrstu Matrix myndina og horfðu núna á John Wick dæmi. Fyrsta John Wick myndin, þetta virkaði svona 2, hann er aðeins pínus hægari. Þú sér að þið þriðju vel. Já, hann er svolítið sló. Hann er náttúrulega gamall. Hann er náttúrulega 60, það ekki? Ég var ekki 55 ára eða eitthvað. Meir 57 eða eitthvað. En ekki það, hann lítur vel út. Ég elska Keanu Reeves. Elska. My all-time favorite celebrity. Já, en ekki leikari. Og ekki sem eitthvað, ég horf ekki á Keanu Reeves fyrir eitthvað svona fyrir leiklistinu sína, en hann er með legendary myndir, hann er með geðveitt katalóg. Já. Ég fíla Bill and Ted stæmi alla 3. Speed, Devil's Advocate, Point Break, þetta er samt allt góða myndir. Bram Stoker's, hann er ekki spes myndi, myndirna sem hann er í eru góðar. Já, hann er skemmtilegur. Það er alveg gana að horfa á hann. Já. Þótt sé ekki eitthvað brjálega leikari. Já. En ég veit hugsaði þegar ég var að horfa á þessa Matrix 4. Hann er orðinn gamall. Hann er orðinn, ekki það ég eldast, en maður er að horfa á eitthvað að reyna að sparka á eitthvað. Já. Hann áttur að gera líka John Wick 5 eða ekki? Nei, það. Ég held það. Hvernig verður það? Veistu hvað, ég ætla bara að vera vongóður. Ég ætla að segja að John Wick 4 er svo góð
því hann var að æfa sig svo mikið, hann hafði bara enga orku til að leika þessi mynd, hann bara setti það allt í John Wick 4. Já, ég vona það, en talandi um John Wick 4, leikstjórinn sem gerði John Wick myndinar, Chad Stahelski heitir hann. Já. Hann alltaf leikur í Matrix 4. Vissu það? Nei. Og veistu hvað karakter hans heitir í myndinni? Chad. Chad. Hann leikur manninnar Trinity. Er það hann? Og ég hata hann karakter. Já, þetta er mjög cool gaur, sko. Við verðum að tala um eitt versta sen úr þessar mynd. Ég leika bara með eitthvað hálsum núna, þessu þú. Fólk eru að afsaka, ég er með ennþá svona smá í halsunum. Já, ég var með bronkitis í desember og ég hjálpa mig. Þetta eru hóstáttur. Þegar kallinn er eitthvað svona, come on Trinity, hún bara, no, my name's not Tiffany, it's Trinity. Það var svo cringy. En var það samt eitthvað verra? Ok, ég var að bökkum aðeins í fyrstu myndina. Ok. Mr. Anderson, Dótti. My name is Neo. Og hoppa með hann upp í þakki hana og söpu. Er það cool? Var það ekki smá cringy líka? Ekki mikið á þetta. Ekki. Því fyrsta meismyndi var svo cool að það má alveg koma 1-2 cringe. Já. Að hitta hýlur það sko. Þannig að það fela betur. Það felur það betur. En sorry, ég ætla aðeins að klára með Chad Stahelski. Ok. Hann leikur í Matrix 4. Já. Og hann var búinn að segja, því að hann var stunt-double, það er margir sem veitir þetta aðeins, kannski einhverju sem veitir þetta ekki, sem hlusta á þetta. Hann var stunt-double fyrir Keanu Reeves í Matrix. Hann til þessi gæði sem hoppar upp í þakkið, skilur, eða loftið. Hann er búinn að vinna í stunt-bransanum í bara 10 ára, alveg hókin á reynslu, verður sem síða meir í mitt leikstjóri. Og hann sagði, áður en Matrix 4 var tilbúinn, hann sagði, ef Lana eða Lily Wachowski ringir í mig, ég mættu bara á 0-1, ef þær vilja eitthvað aðstofi, action, eitthvað, I'm there. Hann sagði þetta. Ég held að hann hefði ekki komið neitt nált henni, þannig ég á pínu hissið sá hann leki henni. Já. En basically, mín pæling er, hann var á fucking staðnum, gat hann ekki hjálpað eitthvað til með hasari? Var hann ekki spurður einu sinni? Ég held ekki. Gæinn er að gera bestu hasmyndinu í dag og það eru John Wick mynda. Sem allir er hermettir. Hann er núna að gera það sem Matrix bjóð til hasadæmi sem allir fóru að hermettir. Núna er þessi Chadgur að gera það núna. Allt þetta close combat og little edits og svona dæmi. En hann er samt með sinn stíl, af því að hann gerir ekki nákvæmlega saman Matrix. Nei, ég er ekki að segja hann gerir nákvæmlega eins. Ég segi, hann er búinn að búið til sinn eigin tegund af hasamyndum eins og Matrix gerði. Já. Hann fór að gera algjörlega sitt eigin dæmi sem allir er að herma eftir núna eins og þegar Matrix 100% rétt ég er. Já, þú meina það. Mjög skrítið, hann er að leiki myndinni og bara það. Vinagreið. Auðvitað, ég skil það, Matrix bara bjóti ferla, skilur. Carrie Ann Moss ætti engan feril. Hvað myndir leikur hún? Í Memento og Matrix, hvað gerir hún? Ég held hún sé bara ekki vel inn í Hollywood. Hún er bara fegin að fá paycheck fyrir þessa mynd. Heldur það? Ég er nefnilega held og þetta er bara, tökum það fram að þetta eru bara pælingar okkur. Bara pælingar? Ég er ekki búin að lesa neitt. Ég er bara hater. Bara heyri. Ég kunni fæða á tilfinningum frekar. Hún er að ég þekki þessa manneski ekki neitt og hef ekki eins og séð það mörg við til hana. Já. Er hún eitthvað mikið fyrir Hollywood? Nei, það virkar ekki þannig. Ég held að það sé frekar máli, hún sé ekkert að nenni svo. Sem er alveg aðdánduvert, sko. Já, því ég held að þetta sé hræðilegur staður. Þetta er bara mesta toxic viðbjóð staður ever. Þetta er bara, Ég held hún hafa bara ekki nennt þessu. Nei, það er margir sem fara í Hollywood og fara og meika það og þau sjá bara, oh shit, þetta er fucking brenglaðir, ég er að fara út, ég nenni þessu. Já, bara fatta, þetta er ekki fyrir mig. Já. Hvernig fannst þér í lokin, þegar þau eru orðin The Two, og þau mæta, þetta mér fannst svo, þau mæta einhverjum ódýrum cosplay búningum með glerun, þetta var svo hallærislegt. Og hélt hann ekki líka á köttinum sem hétt Deja Vu. Þú veist, þetta var svo mikið Hollywood með við verðum að hafa gæludýr. Eitthvað svona cute gæludýr. Eitthvað svona fyndi. Já, það er annað. Þau voru að gera þess að mynda ógeðslega fyndna. Matrix á að vera þegar að gera saman svona með Marvel og allt þetta, bara svona að gera, reynum að gera hana fyndna. Ég horf ekki á Matrix til að hlæja. Nei. Var það ekki fyndin? Jú, yfirkonan lífleg. En hvernig fannst þið krúið sem var að vinna á nýja skipinu?
Og mikið fanboys bara, I don't like it. Ég líka bara manni líka þetta. Nei, ekkert memorable characters. Morpheus þetta ekki svona verið í þessa mynd. Ok, við erum ekkert að tala alveg Morpheus í þessum mynd. Bara tilgangslegt að koma tilbaka. Hann var ekki eitthvað svona nanotech eitthvað, nei hvað? Hann var eitthvað modul sem er þetta modul sem hann bjóð til í tölvutni sínum í hinum eitlisunum. En hann verður self-aware, skilurðu? Hann er prógram eða ekki? Hann er bara prógram og svo núna getur ekki svona nanobots og hann getur hreift svo eitthvað og þegar hann er eitlisunu þá er hann gett svona cool Morpheus, svona, með svona sidestep og alltaf svona, svona fötunars viðbjóður. Mér veist þess að væri verið að gera grín Morpheus. Já, það er bara að gera lítið úr hann og hann segir hans fyrstbjörn og hann fekk ekki svona símdal. Hann var ekki svona spurt hvort þetta vilja koma. Þá spyrir maður sig, er hann ekki velið? En ég meina Keanu Reeves og hann hljótt að vera félagar því hann er í John Wick. Já, þau eru mjög góð vinir. Að því ég fíla hann leikar sem leikur Morpheus í Resurrections er alveg leikar sem ég fíla. Já, hann er góður leikari. Mér finnst þetta cool gaur, en mér finnst þessi nálgun á Morpheus rosalega skrítin, því eins og þú segir, hann er eitthvað svona, hann er svona hress. Já, svona getting jiggy with it, hann er að blanda drikki og eitthvað svona, þú veist hvað er svona 70s porno gaur. Já, komin eitthvað svona appi sem ykkur jakkaföt og... Svona, yeah man, eitthvað svona, gefur töffari eitthvað, nei! Mér fannst það ekki alveg passa fyrir Morpheus. Það passa ekkert við þessa mynd. There is zero redeeming qualities þessi mynd. Hún hefði aldrei alltaf verið gerð. En kannski var það meiningin. Bara cash grab. Já, bara potted cash grab. En til hvers? Hún kom úr síðasta Matrix-mynd. Nei, því maður fyrirtæki Warner Brothers sögðu við erum að fara að rebúta. Já, en til hvers? Því Hollywood vill aldrei gera nýtt. Þau vilja bara rebúta. Þau vilja bara eitthvað safe. Þau vilja ekki búti nýtt. Ok, ég veit svarið þessar spurningu. Og Gellan snúfíla með bláa hárið, hún heitir Bugs, en svo Bugs Bunny sem Warner Brothers á, svo þau fá meira, þau eru allt svona... Nei, heldur það sé viljandi. Bókað mál! Ég hugsaði ekki svona út í það var eitthvað svona viljandi gert. Bókamál. Líka með, þetta er allt svona, þau fengi eitthvað svona pródúsökur. Hérna er kenningi mín. Lana Wachowski var bara eitthvað, ok, ég gerði myndina, ok, geggja, og þegar hún með eitthvað svona executive að tala við sig. Og hún var bara eitthvað, herru, ok, ef þið vilja virka, ég skal lofa, þetta var eitthvað svona allt personalt í henni. Hún var bygglega tók alla tillögur sem, bara svona, já, það er ekki ekki hugmynd, og hún bara notaði bygglega alla hugmyndir sem hún fekk frá executives. Herru, við þurfum gæludýr. Herru, við hafa eitthvað karakter sem heitir Bugs. En svo, mér líður þess, jú, ég er að segja þér það, bara til að fokki þeim, bara til svona, já, þetta er myndið sem þið vildu. Herru, þegar þau kvart í hana, þau getur ekki kent mér, ég gerði allt sem þið báðum að gera. Ég skal lofa þetta var þannig. Ok, þetta er aðeins að velta einu fyrir okkur. Það er mynd af hverju Lana gerir bara þessa mynd, ekki Lily. Og ég las viðtal við Lily fyrir einhverju síðan. Og hún fór ekkert í smáatriði, en hún basically sagði bara, hún spurði, akkur er þetta ekki með í Matrix 4? Basically sagði hún, been there, done that. Einmitt. Og hún fór ekkert nálega til smáatriði. Hún að hugsa bara með sér, fuck this shit. Sann er búinn. Akkur er þetta að gera Matrix 4? En allavega, Lana gerir þetta. Og það var eitt sem sagði mér bara í gær. Ég átti mjög langt spjall við í gær, í síma, í saman þessum mynd. Og hann vildi menna það að því að bara, akkur gera Lana þetta? Akkur sagði hún ekki bara að fuck it og fór að gera eitthvað annað? Að systurnar mistu foreldra sína. Víst, með stuttum millibili. Og hann vildi meina það, þessi gæði sem ég var að tala við, að hún hefði þá bara liðið illa, skilurðu, verið að vinna í sinni sorg, leitað í eitthvað gamalt og þægilegt. Góð kenning, maður. Þetta er góð kenning og þegar ég heyrði þetta, það var bara, já, það make a sense. Ímyndaðan Matrix bara bjóð til þeirra feril og að fá hitt aftur Neo, vera með Neo og Trinity. Þetta er góð tilfinning, nostalgían maður. Já. Það make alveg sense. Þess vegna var þetta svona super meta og atriður hinni myndunum. Hún var bara að fara að geta með eitthvað mental breakdown.
Ég er bara að vinna sig gegnum eitthvað, ég veit ekki, sorg eða eitthvað, ég veit. Veistu hvað, ég vona þetta þessi ástæðan. Ef þetta er ástæðan, ég skil það alveg. Þá bara, ok, ekkert mál, do your thing. Já, bara ef þið líður betur, bara... People get paid, já, allir fá, paycheck og... Já, ég var samt þess að hvað kostaði mikið sem kostaði $190 milljónir. Hvert fór peningurinn? Ég sá ekki peningin á skjánum. Hvert fór peningurinn? Lana, what are you doing with your money? Og hún örugglega fengið hellingskaup. Já, líka þau tvö, Keanu Reeves er byggla... Hann er ekki þekktur fyrir að heimta miklu peninga. Hann er ekki klink fyrir það. Hann gaf hann ekki 40% af öllum sem hann þjenaði í Matrix. 40%? Til hvað? Eitthvað svona góðgerðarfélag eitthvað sliðis? Já, til eitthvað starfsfólksins og góðgerðarstofnunir. Ég veit hann reyndar ekki. Hann gaf eitthvað stór hluta af því. Það var alltaf mikil peningur. Þetta er bara best, hann er Jesús. Keanu Reeves er bara hann er Jesús. Hann er Jesús. Þú vilt meina það að Jesús er til? Hann er sálinans Jesús er í Keanu Reeves. Það er falleg hugsun. Hann er búin að vera í Hollywood allt sitt líf og hvað hann er heill og góður og tekur ekki þátt í neinu kjaft, er aldrei skandalla með honum. Nei. Ekki neitt, hann er í Hollywood en tekur ekki þátt í Hollywood. Og þegar hann talar svona, hann er svo vitur, hann er svo mikla visku í hann. Hann er ekki búin að lenda í svo miklu. Já, hann er búin að lenda í allt svona áföll. Rosalega áföll. Vist hann ekki konuna sín og eitthvað? Barnið sitt líka. Hún var ólétt, sko. Þegar hún dói bílslýs. Nei, ég finnst það ekki. Og systir hans dói leukemia, held ég. Já, einmitt. Og mér skilst að hann aldrei keypt sér hús. Nei, hann verðist lifa rosa lágstemdum lífstíl. Já. Og mér minnir að ég hafi lesið að hann hafi líka gefið öllum stöndurum sem voru í Matrix-myndunum, gaf þeim öllum mótorhjólað eitthvað. Já, einmitt, hann á mótorhjóla fyrirtæki. Ég held að þetta sé áður nátti það, sko. Okay. Ég held að hann bara keypt fyrir alltaf bara eitthvað Harley Davidson hjólað eitthvað. Það geggjað. Og hann vill helst ekki tala, þegar hann spurður út í svona, í viðtölum, hann verður bara svona vandræðalegur. Hann er svo humble. Já, hann er mjög, mjög hóvar. Ég sá bara fyrir nokkur dögum, þegar hann var eitthvað 41 ás eða eitthvað svona ammæli sem með. Hann fór upp á bagels, og bara satt hann ammæli sín og bora eitthvað bagel eða eitthvað. Og allir sem komið töl upp á hann, böðum við kaffi og bagels. Bara satt hann öllum sem kom upp og talaði við hann, bara satt hann allir á ammælinu sínu. Bara, viltu, ég vona bagel og kaffi? Eitthvað með mér. Bara, það er cool, maður. Það er cool! Það er alveg töffarar. Manstu vídeónu þegar hann í Subwayinu og stendur upp fyrir konuna og lætur hann hafa sætið sitt. Já. Það er svo töff. Ég held að þetta er bara number one manneska sem ég langar að hitta og ég kvöldverð með. Bara spjalla við hann eitt, bara svona, geði mig 2 tíma með hann, mér langar brást. Ég langar svo að tala við Keanu Reeves. Já. Hann er top 5 manneski sem langar, bara ef ekki bara nummer 1. Já, ég hugsa þessi mjög ólega með líka. Eins og segir, hann er líka bara svona virkar vitumæður. Já, bara heill í hausnum. Bara mikið ást. Hann er bara eitt stór ástarbangsi. Ástarbangsi. Já. Taldi líka, förum aðeins úr Matrix að meina í þetta. Annar leikar sem hann er alltaf langar að hitta, en það voru að byrja ekki hægt náttúrulega lengur. En ég fíla Val Kilmer tillur. Meina okkur, hann er búin að ná sér, held ég. Meina... Með hennar gati hérna? Já, hann fekk hann ekki krabba minn. Já, hann tala núna með gati hérna. Hann missir röddina sína. Er hún alveg farin? Þú veist, ef hún kom með gati inn? Já. Nei, ég þekki það bara ekki, en ég veit að hann er í Top Gun myndinni. Talar hann þá ekki? Ég veit að hann... Hún kannski skotin áður en hérna, það gerist eitthvað, en ég var að horfa heimildamyndinas daginn. Já, hvernig er hún? Ég sá Gaur tala top 5 bestu myndir sem hann sá þessu ári og valmyndin var í 5. sæti. Ég bara, er heimildamynd við sæti? Ég var að kíka á þessu heimildamynd maður. Bro, þessu heimildamynd er bara fucking sturgluð. Af hverju? Hvað er það spennandi? Val Kilmer, fyrir utan Val Kilmer er eitt besta katalóg ever sem leikari, hann er búin að geta vandræðilega, hann er búin að gera... En var hann ekki þekktu fyrir að vera eitthvað svona, var það kjaftaði, að vera eitthvað fastnið? Þú sér það í myndin, þetta er kjaftaði. Aha. Hann er búin að vera með myndavél á sér, sem hann var krakki. Hann er búin að taka upp all, behind the scenes, öllum myndunum sínum, sitt personal líf, börnin, kon,
bara síðan hann var lítið barn, það bara thousands and thousands of hours of footage af honum og hann með son sinn til að narrata myndina, hann skrifur allt Val Kilmer og sonur hans Val Kilmer narratar myndina og hann talar stundum líka svona, hann ábyggilega aldrei fara að fá röddina svo eftir hann bara done og þetta gríðarlega ævisaga á Val Kilmer og það farið sko djúpt í öll persónulega dæmi hans hvernig hann ógeðslega misskilinn ég táraðist tvisvar og ég var bara ég dýrkaði Val Kilmer en þegar ég búin að horfa heimildmynd var ég bara ég elska Val Kilmer mér þykir ógeðslega vænt hann mér langar að taka og faðma Val Kilmer hún mögnuð þessi mynd, þú verður að horfa á hana og það væntanlega líka farið svolítið yfir það meira persónulega, ekkert mikið farið myndin hans það auðvitað farið ekki myndin hans en kannski ekki svona mikið jú, allar svona hljóta að tala Tombstone já, auðvitað, og þú sér behind the scenes hann með myndirar og það ógeðslega cool allar myndir, allar Top Gun, allar þessar myndir þú sér allt svona behind the scenes dæmi hann fíblast fólki baksviðs og hann útskýrir hvernig þetta og hann bara, þetta er geðveikt cool sko ég þarf að tjekka hana, ég vissi af henni og átti þetta að horfa á hana já, hún góð ég myndi setja hann í bara einn besta heimildmynd sem þú séð já, alveg bókamál en hérna ég held þessi uppáhaldsmyndi minn sem ég horfði á þessu ár ég horfði hann bara rétt fyrir ármótin hún fyrir ofan Dune? Hvað, Dune? Já, bara því að snerta hjarta mitt sko myndir sem snerta hjarta mitt fara alltaf ofarlega en eitthvað töff myndir en Dune var bara ég fór hann tvisvar í bíó ég var bara, hvað er þetta og svo ég með sko kvikmyndavinn sem vinnur í kvikmyndabransanum hann gefur eitthvað svona arti þú veist, hann elskar A24 myndinar bara þau aldrei gefur lélega mynd og ég segi, gaur, þú verður þess að Dune sci-fi shit, miss me with that bullshit segir hann, ég bara, gaur þetta er gaur sem Blade Runner 2049 hann bara svona, já, en það er ekki sama cinematographer í Dune og hann búinn að gera sci-fi mynd sem bara einn besta sci-fi mynd ever hann var aldrei eftir að gera aftur og eitthvað svona dæmi hann var svo hrókafullur gaf hann ekki þessu sjens út af því að Denis Villeneuve hvað sem heitir, var ekki að nota sama cinematographer og hann bara, nei þessi cinematographer, ég ætla ekki að horfa út þessu cinematographer eða eitthvað, ég bara, þú er ekki ekki maður en byrju, eldur að þá frekar kvikmyndatökumenn heldur en leikstjóra I don't know what he was thinking. Ég nefndi ekki að þræta við hann. Því hann veit alveg, hann er masterskráði kvikmyndagerð, skilur. Og hann segir mér oft, hann bara, hei, ég er masterskráði en ég elskar hann, sko. Hann er mjög góð vinur mér, I love him. Ég er alltaf að vera ósammála. Já. En, sorry, förum aðeins aftur í Dune, nei, Dune, nei, ég ætla aðeins, ok, ég veit þetta Matrix aftur. Já. En það er langt sem þú komst. Já. Fólk gjör alveg saman þáttu tölum aðeins með eitthvað annað en Matrix. Já. Fólk vildi 6 klukkutíma af okkur að tala saman. Vittu, það var eitthvað sem sendi þér skilaboð á Instagram. Þetta er samt ekki fyrsta skiptið. Við viljum fá 6 tíma. Við erum bara að fá 4, 5, 6 tíma. Þú ert eftir að fá, ég er að fá 38 klukkutíma. Bara með þér, bara í 6 klukkutíma við að tala bara eitthvað mjög þér. Já, ég held ég sé bara svo, ég heyrði ofta ég er áheyranlegur. Þú ert líka bara að finna það skemmtilega. Ég er líka með svo góða rödd. Velkomin í Matrix Resurrections, hér í Sambíóin. Frít, pop og kók. Þetta er góð rödd. Þetta er góð rödd. Þetta er samt ekki alveg röddið þín, þú varst að breyta það. Ég get alltaf breyta röddinu minni. Já. Ég er farið dýpra, þú vilt sko. En hvort heldur að fólk hlusta á það því að þú ert skemmtilegur og fyndin eða að þú ert með flottar rödd? Ég held að það sé bara chubby chasers. They love the chubby boy. Það? They are I love the chubby. En ég er nefnilega að fæ reglulega. Ég gerir þetta á Instagram. Mér finnst gaman að spyrja fólk kannski, svo núna að árið var að hefjast, 2022. Og gaman að segja frá því, ég hef búin að nefna það aðeins við þig bara í einkaskilaboðum, að við náðum öll okkar markmið fyrir 2021. Ég sá það. Við náðum því. Þú náður því? Já, þú veist, líka bara við tveir. Við ætlum að fara í bíó saman, við gerum það. Við ætlum að taka upp saman með einhverjum öðrum, við gerum það. Við ætlum að taka upp eitthvað svona group chat, við gerum það. Þannig að það var alltaf gaman að svona því ég hugsaði árið, bara já, við náðum að gera það all. Já. En ég spurði núna fyrir stutt á Instagram, hvaða gesti myndir við að sjá helst nú á árinu? Og þá var alveg margir sem sagði kíló. Ég hugsaði mér, kíló fann góða oft.
samt er fólk að biðja að þú komir aftur. Hvaða nýja gesti viltu? Kíló. Bara, ef þið Baltasar Kormák eða eitthvað, nei, kíló. Kíló. En það var alltaf gaman því. Og svo eru sem þá sagt að þeir vilja fá ekstra langan þátt með þér. Það sem við erum bara að bláðra einhverja bíómyndir. En væri ekki alltaf langt að fara einhverja 6 tíma? Ég veit ekki með 6 tíma, en you gotta give the people what they want, sko. Já, þú meina það? Ég svaraði þessa könningar, ég skrifaði Aron Móla. Já, ég var til að fá hann. Og Willi Netto. Já, ég var til að fá Villa líka. Já. Málega, ég er með langan lista. Já. Af alls konar fólki sem ég langar að fá í þáttinn. Sem ég bara á eftir að hafa samband við. Ég nenni bara ekki að hafa samband við fólk í dag. Það er langar að koma til minn í júní. Skilur, ég plana það svona ágætlega fram í tíman, sko. Þetta sem ég byrjar að plana bara vel inn í febrúar. Þannig að ég vil ekki senda eins og Villa eða eitthvað núna. Hæ, viltu koma til mín? Já, geggja, hvenær? Það reyndar eftir 18 vikur. Í ágúst. Til mín í ágúst. Já, getið mér svona enda november. Loka november. Rétt fyrir ára. Ég tjekki sko vikulega staðfesti hjá þér. Alltaf get annoying, dude. Haldunum volkum. Já. En já, það er mjög gaman, af því að þú gerðanlega átt þína aðdáendur. Og það er svo gaman. Það er, ok, ég ætla bara að taka það skipt fram. Það er þú og eins og Haukur H. Þið eigið ykkar aðdáendur. Þeir eru gerðanlega mjög tryggir. Þið eiginlega alltaf ekki út þátt með annarkvæmt þér eða Hauki. Já. Alltaf frekar vinsælir. Af hverju eru þið svona vinsælir? Ég held að sé bara út að við segja það sem okkur finnst. Bara, það er engin filter, þannig að séð. En ég held að Haukur er bara, veist, fólk fíla því hann er bara alltaf reiður. Hann hatar allt. Og það er okkur að fyndi að sjá, þú veist, Gauð sem er sko, hann er hvað 34 ára og hann er bara eins og 60 maður. Þú veist, mér líður stundum eins og ég tala við afa minn. Af hverju? Því hann er bara, hann hatar allt. Og er bara svona, nei, svona er Ísland á að vera svona. Bara, á mínum tímum, sko, þegar ég var að alast upp. Þetta er Haukur í mínum. Myndur þú segja að Haukur hafa verið bitur? Alveg bókamál, eitthvað. En hann fyndið? Já, biturleiki kemur fyndið. Ég er líka pínu bitur, sko. Þú bitur? Nei, ég var það. Þú ert hress í dag? Já, ég er búin að vinna svo mikið sjálfur mér. Svona ángríns, ég er bara ótrúlega manneska sem hvernig ég hugsa og hvernig ég díla við svona persónulega vandamál. Ég er bara að sá núna heimildamyndina þína. Það er að tala um hana, hún er komin út. Já, hún er komin út. Hvernig varst þér að sjá hana? Og líka bara svona, ok, nú er hún komin, hún er bara átt þér, skilur þér. Skrítið? Já, það er svona bara... Erfitt, óþægilegt? Þú veist, ég hafði ógislega langa tíma að búa mig undir, hún kom út, skilur, hún syngaðist og svona dæmi. Hún er til á YouTube, þú bara setur inn sko kíló heimildamynd. Einmitt. Hún er þetta 3.000 views núna. Búin að fá geða ekki viðtökur. Þetta var bara ég, þessi plata sem ég gerði, tengdi þessi heimildamynd, þetta var bara ég að loka dyrnar á fortíðinni. Og já, mér fannst bara ógeðslega gott að bara komast út. Bara, ég reyna að lifa eins heiðarlegu líf og ég get. Og ég var farin að dotta svolítið í svona gamla pakkan, svona hugarástandið, rétt á að myndin kom út, veist ég. Átti mjög persónulega erfitt, skilja, eitthvað svona fjármálserfileikar og ég var veikur og hlutin var ekki gangi upp og þeir sá myndina, það er svona, shit, ég var komin eftir í þetta hugarástand, fattur ég. Svo fyrir mig að horfa á þessu mynd sem kom út, það var bara svona, það blásti lífin í mig, bara svona, ok, til að taka þess eftir á maður. Eins og var að koma að nýjum kabla, einhver litið. Já, þú veist, ég var farin að sökka svolítið niður aftur í svona hildýpið, skilur. En þá verð ég að spyrja, því að þú ert nú alveg búin að, þetta er ekkert lindamáli, þú komið kæristu. Já. Og þeir eru búið afstókin. I love her. Já, bara geggja She loves me. Fá að fylgjast með ykkur, hún virkar rosa fín. Ég hef ekki mikið hitt hann, ég þarf að fá að hitta hann þessu ári. Já, hann heitir Róberta. Róberta. Ég kalla hana Bobby. Þú kallar hana Bobby? Já, hún kallar sjálf sig Bobby. Já, ég líka, var ekki aðrir? Já, bara svona sviðstafnina, Bobby Michelle. Hún virkar mjög hress og æðislega okkur saman. Hún er burlesk húlladansari. Sem er fucking cool. Fucking hate. Fucking hate. Ég verð að spyrja þig. Komið kæristu, ástfanginn og virðist ganga vel hjá okkur.
finnst þér að hafa áhrif á þá þig sem tónlistumann og upp á að semja, langaði að semja öðruvísi tónlist eða finnst þetta, þetta drifkraftur í að semja meira tónlist? Nei. Hefur þetta engin áhrif? Ég sé lag fyrir hana og en málið mér langar ekkert að gera tónlist meira. Mér finnst eins og það bara sá kaflið búin. Ég mun pottið reyna að púsla saman einhverju plötu eða eitthvað og ég með nokkur lög sem ógefið. En mér langar bara að fara að tryggja mér einhverju framtíð. Ég verð fertur eftir 2 vikur, skilur. Og mér langar að tryggja mér langar að halda á þessu braut, klára endurhæfinga dæmi mitt, finn mér vinnu nú eftir nokkra mánuði og bara byggja líf með kærastun minni, flytja inn í bæinn og já, ég hef allt sem ég gerði áður fyrir þegar ég var í neyslu í allt mitt líf bara sjálfseyðingar hvata bara hata að sjálfa mig, ég bara eyðileggi allt í kringum mig og allt sem ég gerði til að kópa virkar ekkert í dag. Núna ég allur reyna að borða eins holt og ég get hreyfa mig hugleiðslu og eitthvað já, hugleiðslu sem ég ekki búin að vera góður í sem jóla, já, desember var ógeðslega leiðileg mánuð fyrir mig, ég svona datt niður í þyngdist eftir 8 kíló og eitthvað en hvað var ég að segja? Þú ert í rauninni að það eru 9 hlutir í dag já, það eru 9 hlutir, skilur sem ég langar að gera sem veitir mig miklu meira ánægju svona eins og að klára markmið og vera því ég lofa sjálfum mér einhverju að standa við það fattur, ég verð að standa við allt sem ég ætla mér að gera sem ég var ekki vanur að gera og þetta bara svona uppsveifla, niðursveifla og bara, mér langar að koma svo stöði sem ég bara í uppsveifli dálanga tíma en já Þannig að þú sér kannski ekki fyrir þér mikla tónlist allavega að búa til tónlist í framtíðinni? Nei, þetta er bara tíminn búinn, ég er búin að gera þetta í 20 ár það komin í kafli Já, ég er bara aftur að spyrja því ég fór að hugsa að þú varst búin að tala þetta áður og kynntist Róbertu að bara svona, ég var búin að segja allt sem ég vildi segja eins og sem þetta er tónlist. Einmitt. Ég hugsaði mér, ætli þetta að gefa hann eitthvað svona innspýtingu, vill hann gera öðruvísi tónlist eða skilur, það virðist ekki vera. Nei, ég held bara ég held ég myndi aldrei of gamall eitthvað en ég veit það ekki. Ég bara akkurat á þessu tíma núna bara hef ég engan löngun af ég er svona þreyttur allir þessu þras og basi eitthvað, ef ég gefur tónlist sem ég potið gefa út næstuna, þá gef ég hana bara út og ég er ekkert að auglýsa það eða ég er ekkert að fara í útvarpi ég nenni ekki, ég ætla ekki að taka þátt meira í þennan sirkus eitthvað svona, byrja að deila þú veist, lala, spá í views og allir bara, ég fara á spot og hafa artist, oh my god, ég fekk bara 1000 spilanir og þetta er bara svo óheilbrigt því mér finnst þetta ekki gaman lengur. Nei, já, þér finnst það bara ekki gaman lengur. Og mér finnst það gaman stundum, en mér líður eins og ég fer að semja lag núna, eða fer að skrifa eitthvað. Mér líður eins og ég er að pína mig að gera þetta. Ég á ekki verið að gera þetta. Ég á að gera eitthvað allt annað. En eins og með það, því þú ert creative gaur. Þú ert búin að semja texta, eins og segja, í 20 ár og búið til tónlist og rappa. Finnst þér ekki líklegt að það færi þá bara eitthvað annað? Þessu sköpun og gáfa ég veit ekki, kannski fyrir að skrifa ljóð eða að mála eða eitthvað. Finnst þér, skilur hvað við? Ég ger eitthvað, kannski. En er ekkert svona sem tóður í? Ég hjálpa líka mörgum sem í kringum mig. Ég er svona idea-gaur. Fólk spyr mig ofta bara svona, hvað finnst þetta? Ég er bara svona, nei, kannski þetta, bara, já, gegn hugmynd. Ég er ógeðslega góður svona on the spot. Þú veist bara, hugmyndi núna. Þú varst með eina hugmynd fyrir okkur. Já. Og ef ég má ekki segja þetta ópenbarlega þá klippið þú þættunum en ég held þetta sérstilega að tala um þetta. Hvað með það? Af því við hefum örglega til að gera þetta. Ég man ekki hvað ég sagði. Þú veist það er þau nokkru mánuði síðan. Já. Og mér finnst það geggi hugmynd en út af þessu COVID-dóti og þessum takmarkunum þá var þetta svona ekki spennandi. Já. En að við myndum gera eitthvað svona pub quiz. Já. Það myndi slá í gegn að vera ekki fyrir COVID að Bíóblaðið verið með bíó-pub-quiz á skemmtistöðum. Já, við varum með það saman, skilur. Já, við vorum með það saman. Við myndum semja spurningarna saman. Já. Og við erum svona 2 kynnar. Já, bara með mæka. Já. Hafa gaman, búið til eitthvað gott sett. Ég er good cop, þú er bad cop. Ég er svona, ég er alvarleg gaurinn, þú er jokerinn. Já, ég var í Riggs, þú var í Mörtag. I'm too old for this shit. Já, I'm really too old for this, já. En það var geggi hugmynd. Já. Heldur það var ekki gaman? Jú, bara hvenær linnir þetta, maður?
Já, þetta... Er þetta bara the new norm? Bara Nei, fjandinn hafa. Nei. Bara bústu sjálf hverju ári? Ég ætla að jákvæður. Núna bara, árið 2022, þá náðum við að gera þetta. Þá gerum við eitthvað pub quiz, tölum við eitthvað stað, gerum eitthvað cool. Ég held alveg að fólk hefði gaman að því. Og þeir sem eru að hlusta á það núna að horfa. Ef þið hefði gaman að því, ef þið myndi vilja að myndi gera það, sendi okkur skilabóð. Bara svona, herru, já, ég til það. Ég var til að heyra hvað fólki finnst. Þessu hugmynd. Þetta er góð hugmynd. Svo getur líka kannski gert eitthvað svona live Patreon þáttur. Meinar það þá með áhörundur? Nei. Já, með fólk að horfa á þig live. Já, bara á netinu? Já, sem er bara svona alveg óklift, raw, unedited, allt feppar út. Þú getur ekki klift neitt út. Það er bara að sjá allir hvað gerast og þú færð alla svona problematic, þú færð sko Haukur Hás og færð mig, færð eitthvað feminista móti Hauki. Ekki að búa til eitthvað hot topic dæmi. Já. Já, ég veit ekki alveg með það, en live show hljómar svolítið vel. Já. En ég var til að gera einhvern tímann, podcast er kannski orðið alveg nóg stórt, en það verið gaman, kannski eftir 2 ára eða eitthvað, hafa líka live show. Þar sem þú bara með áhörundur. Já. Hversu cool getur það verið? Já, það er ekki alltaf að vera grín. Þau gerða áður en COVID var alltaf. Já, ég held að. Tebóðið, vinkunum mína, Birta og Sunniva, þær getur höfni. Þetta er ógeðslega sniðugt. Þetta er cool. Þá getur verið að fá gesti og það getur geggjað. Þetta er hugmynd. Já, fyrir næsta ár. Þetta er hugmynd. Þetta er hugmynd. Herru, ég var að fara að slóta þessu. Hvað er búin að tala lengi? Bara klukkutíma. Já, ég veit eitthvað að hafa þetta lengra. Er eitthvað meira sem þú þurfum að segja með þessa mynd? Nei, ekki þannig. Ég vil bara bjóða öllum bara gleðið nýtt ár. Já, gleðið nýtt ár, maður. Og ég bara þótti trúið ekki. Ég elska ykkur öll. En ertu það ekki jákvæður og bjartsitt fyrir þessu ári? Já, alltaf. Ég er alltaf... Ég er bara á okkur pínu svona persónulega svona... Ég bara pínu pirraði þessi dagana. Og því sjálfa mig, en svona ángríns, ég trúi virkilega að ást getur lagað allt, sko. Mér finnst þú ættir alltaf að sína öllum samkennd og reyna að vera í spórum annara og svona dæmi. Og ég er mjög góður að grípa þetta ego, svona ótta hjá mér. Ég fyrir að dæma fólk, skilur sem ég ger alltaf áður fyrir, bara svona, við gerum að döll, bara dæma. Ég er svo fljótur að grípa og bara ekki. Þú ert bara með ráðhugmyndir hérna og þú veit ekki þess að mannski ekki neitt. Eða þú veist ekki hvað sem mannski er fyrir gangi gegnum eða eitthvað svona dæmi. Svo yfirleitt þegar maður er að dæma aðra eða eitthvað svona, vera svolítið mikið svona venomous, það er maður bara ákveðlega ósáttur með sjálfa sig. Já, 100%. Það er bara málið. Já, 100%. Já, en ég trú virkilega að ég hljóma bara eins og gessuglingur hérna. Ég er bara í gangi, ég er bara í einhverju midlife crisis. Ég er verið fertur eftir 2-2 vikur. Þú þarf að fertur eftir 2 vikur? Já, og samankomast, maður á ekki að rakka sjálf sér niður eitthvað svona dæmi og ég er alveg á góðum stað í dag, miklu betri stað en ég var fyrir 3 árum. En samt er þetta svona, það er allt þessi social norms, svona hvar þú átt að vera þegar þú var fertur. Já, þú meina þú átt að eiga bíl og hús og fjölskyldu og eitthvað svona. Já, svona dæmi, já. Þú hlustar ekki á það? Ég veit það, en... Finnst þetta náður stundum? Það nær mér stundum. Já, það er svona eðlilegt. Það er alltaf verið að berja til hausuna. Ef þú horfum á heimildamyndum mín, þá bara fattið að hverju ég er svona. Ég staðnaði svo mikið í þroska og ég bara 30 maður að lifa lífi af 18 ára úlingskilur. Ég tók aldrei ábyrgð neinu og ég var svo seinþroska og þú nærði ekkert að fara neitt alveg bata en eitt þegar þú ert bara í bullandi neyslu og afneitun og... Nei. Fattur, þú ert alltaf að flýja. Það er ógeðslega skrítið að 37 ára gamall, þá er ég svona að vakna til lífsins. Ég er svona, shit maður, ég þarf að gera eitthvað, taka má. Ég meina þú ert kannski að fatta eitthvað sem að fólk, þegar það er 20 fattar, eða eitthvað svoleiðis. Já, eða 25 eða eitthvað. Já. En betur seint en aldrei. 100% sammála og ég, veistu það, að ég hef stundu dott í eitthvað svona neikvæðni og eitthvað, en ég hef góða tilfinningu fyrir ári. Veistu hvað, núna hef ég góða tilfinningu. Já, veistu það, ég hef góða tilfinningu fyrir ári.
og þá ég er ekki bara að tala um það sem tengist bíómyndum að þessu podcasti, bara yfir höfuð. almennt. Já. Við fáum góða fréttir í ár. Já, ég held það. Fjandinn hafa. Bara halda frá að vera eins jákvæður og hægt Já. Vera góðu við nágrannæðin. Sína kærleik. Sína kærleik, skilning og alla. Veit það nokkur styrna bara, hvaða hippie-dippie bullshit. Vil ekki bara fara að grenja þetta? Ég kom hérna til að hlusta bíómyndir, ekki ræða tilfinningana mínar. Ég er maður og ég bæli alla tilfinningana mína niður. En þetta verður þáttur í stittrafaldi. Ég var vissulega þetta ekkert langur þáttur. Oftast ég tek svona eina mynd fyrir, þá þetta kannski bara klukkutími. En næst þú kemur, þá verður það lengri þáttur. Og að því að draumur minn er að fá þig á Hauká. Já. Og fólk er búið að beða það. Haukur var alveg bara... Ég veit ekki hvort ég geti randað maður, ég er svo hrættur að missa það maður. Ég er svona, það bara missir það, Haukur. Þá klipp ég að voru úr þættum. Nei. Við erum að fara... Þetta er unfiltered bara. Unfiltered. En það er eitt sem fyndið sem þú sagðir Hauká. Ég er búin að segja þetta við Hauk, þannig að þetta er ekkert eitthvað við sem að baktalan. Þú sagði við mig, við vorum að tala saman Hauk og ég sagði, mér finnst Haukur svo fyndin. Þá sagði þú, svo fyndið með Hauk að þetta er bíópodcast. Hann veit ekkert bíómyndir, hann passar ekkert í þetta podcast, en hann passar samt svo vel í þetta podcast. Já, passar vel í þetta podcast, já, það er eftir þér. Hann veit ekki jack shit. Hann var í story bara fyrir í gæri eða eitthvað, hann var Inception og hann er bara, ég veit ekkert hvað er í gangi, en mér finnst cool þegar þeir fara í draumaheimin og borgin er að falla svona saman. Ég er bara svona, Jesus Christ, Haukur. En hann var samt eiga það, hann horfur helling á bíómyndir. Mér finnst hann alltaf að horfa á eitthvað. Ég held að við erum bara að hafa góð áhrif á hann. Já, þú vilt meina það að við höfum náða að magna upp bíómynda á hans. Já. En við líka fórum saman í bíó. Einmitt. En við skulum tala um það þegar hann kemur, þá erum við þrír að tala það. Ég var bara að gleyma það. Það var... Sú mynd var sett á okkur topp 5 listi við árið. Já. Ég man ekki hvað hann hét. Hún er leiðileg. En nú er fólk eitthvað fórhætt. Ég skal bara segja fólki hvað mynd það var. Við fórum á mynd sem heitir The Night House. The Night House, já. Líka titillinn. The Night House. One woman, one house in the night. En hún hefði ekki verið geðveik. Já, they dropped the ball. En ræðum hana samt seinna, af því það var svo gaman, því við fórum þrír á hann í bíó. Já. Og Haukur, hann var að gera alltaf grína þér og mér. Já. Hann sendi mér skilabóð á eftirmyndina og var að gera grína mér hvernig ég er í bíó. Tökum það í næsta þetti. Það verður lengri þáttur. Já. Ekki 6 tímar, en aðeins lengri þessi. Já. En ég sé bara gleðið ár. Sömuleiðis. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Alltaf gaman að fá þig. I love coming here. Goodbye. Það enda svona. Já.